Ferðaþjónusta í Vestur-Húnavatnssýslu hefur vaxið verulega á undanförnum árum. Náttúruperlur eru margar á svæðinu og Selasetur Íslands á Hvammstanga eru öflugur segull, dregur til sín marga ferðamenn. Framkvæmdastjóri Selasetursins segir að ferðaþjónustufyrirtæki í Húnaþingi vestra vinni nokkuð vel saman. Já, það búið að fjölga verulega bæði gistirýmum, kannski sérstaklega, á síðustu svona 3 árum. Þeim fjölga mjög mikið og þó að þessi öra fjölgun á gistirýmum sé ekki jafn mikil núna, það er hægst á henni, þá samt enn að fjölga gistirýmum hérna og valmöguleikar á sviði afþreyingar eru líka stöðugt að aukast. Er það ekki einmitt grunnurinn að hafa gistirými? Það er oft svoleiðis og ég held kannski að þessi dæmigerða hringferðum Ísland sem að ferðaskrifstofur hafa verið að selja beint og óbeint, hvar stoppað og hvernig ferðin farin hefur í gegnum tíðina byggst upp á því hvar voru stóru hótelin fyrir 20 árum og svo endurtekur fólk bara prógrammið og svo þarf maður að vekja það til vitundar það að það eru núna til möguleikar til þess að stoppa á nýjum stöðum. Sigurður segir að Húnavatnssýslurnar séu ágætlega vel kynntar meðal ferðamanna. Selasetrið er 10 ára þessar mundir og hefur fest sig í sessi. Safnið er opið allan ársins hring. Í fyrra voru gestirnir 43.000. Auðvitað sjáum við breytingar á milli ára að sumar þjóðir eru hættar að koma jafn mikið og aðrar þjóðir eru að sækja í sig veðrið varðandi fjölda ferðamanna sem koma hérna til okkar. Ég talaði að ferðamaðurinn hinn dæmigerði, hann staldri skemur við. Er það að finna fyrir því og hvernig er hægt að bregðast við því? Já, ég held að það sé ekki vafi á því að fólk að staldra öðruvísi við. Þetta önnur samsetning á hópi ferðamanna og þeir ferðamenn sem hingað koma að hegða sér öðruvísi. Og það bara rökrétt viðbrögð þeirra við breyttu verðlagi hér á landinu í þeirra eigin gjaldmiðli. En hvernig eru ferðaþjónustu fyrirtækin að vinna saman? Er það ekki svolítið stórt mál? Jú, ég held að, ég get allavega sagt fyrir mig og kannski eðlilegt að mér finnist það því að nú formaður hér í ferðamálafélaginu að ég held að við séum að vinna mjög vel saman hér í Húnaþingi vestra í öllum aðalatriðum. Og við séum kannski með meira samstarf hérna svona gegnum gangandi og yfir höfuð heldur en á mörgum öðrum stöðum á landinu þar sem að maður heyrir frá. Þannig að ég held að það sé bara í góðum málum. Ég held að sé ekkert þannig sem að trufla eitthvað innvortis. Þið hjá Selasetrinu, þið rekið orðið ykkar eigin ferðaskrifstofu? Já. Og það einmitt mjög mikil samvinnu grundvöllur að við tökum afþreyingu, mat og gistingu sem í boði og við setjum þetta undir einn hatt og við vinnum mjög mikið og náum með ferðaþjónustuaðilum hér á svæðinu, við setjum þetta saman og seljum það svo bæði til einkaviðskiptavina í gegnum vefsíðun okkar. Ferðaskrifstofan heitir Seal Travel og þið getið skoða vöruúrvalið á sealtravel.is. Og það rauninni kannski það sem að fer svona til hins almenna kaupenda. Og svo förum við mjög mikið á atburði, hvort sem það eru kaupstefnur eða annað og hittum ferðaheildsalana sem að koma með fólki hingað og meðal annars til dæmis ágætt dæmi, það spánsk ferðaskrifstofa sem kemur með hópa hérna og við pökkum saman fyrir það á gistingunni og svo siglingunni og heimsókninni á safnið og sjáum þeirra viðskiptavini meðan að þeir eru inn í Húnaþingi vestra. Skiptir það miklu máli að þið hafið tekið bara sölu málin í ykkar eigin hendur? Já, það ég held að það hljóti að vera metnaðurinn og hljóti að vera framtíðin að við færum sem mest af viðskiptunum verði eftir framlegðin þar sem að viðskiptin raunverulega sér stað. Og þá ég að meina það að varan Ísland í sölu snýst fyrst og fremst landsbyggðina. Hún snýst ekki borgarstopp fyrir meirihluta ferðalanga. Hins vegar verður arðurinn eftir í borginni. Og við verðum að breyta því, við verðum að taka í okkar eigin hendur
sem mest af skipulagningunni, þannig að arðurinn af okkar umhverfi sem er okkar náttúruauðlind sem við þurfum að vernda líka, að við þurfum að vernda auðlindin okkar, að sá arður verði eftir þar sem álagið á sér stað, þar sem að upplifun ferðamannsins gerist. Hérna er alveg örugt til dæmis að sjá seli og hvítserkur fer hvergi. Nei, hvítserkur fer hvergi og ekki Borgarvirki og ekki Kolugljúfur eða fleiri staðir sem við getum tekið til. Selurinn auðvitað, hann er nú háður veðri og sjávarsföllum, þannig að það getur verið misjafnt hversu marga þú sérði eða hversu auðveldlega og hversu nálægt. En við erum með sel hérna allt árið kring. Ef að ég horfi nú bara svona aðeins til framtíðar, hvernig vilt þú sjá að ferðaþjónustan á þessu svæði, hún þróist? Ég vil auðvitað að við lengjum tímabilið og við reynum að einbeita okkur mikið að því að byggja upp ferðaþjónustu sem að gerist á veturna. Og við eigum ekkert að vera feimin við veturinn, við eigum ekkert að vera að draga úr því að það sé vetur. Ég held að það sé bara betra að það sé vetur, að það sé bara dimmt og það sé kalt og það sé snjór. Og því að það er enginn að fara að trúa öðru hvað sem er. Ef við reynum að markaðsetta eitthvað annar, að það sé svo rosalega gott veður hérna á veturna, að það sé ekkert mál að kíkja eins og sumir vilja gera. Ég held að það sé fásinna. Ég held að það kaupi það engin neytandi að á norður Íslandi sé rosalega gott veður á veturna. Ég held að við séum aldrei að fara að selja það. Við erum að fara að selja hitt, við erum að selja ævintýri, við erum að selja upplifun, við erum að selja norðurljósin. Núna er einmitt verið að byggja upp við Kolugljúfur útsýnispalla og bæta aðstöðu fyrir bíla. Já, og þetta er auðvitað nauðsynlegt af tvennum orsökum. Þetta er eins og víða landið, þá verðum við að byggja upp þannig að það sé náttúran sé vernduð og að það sé öruggt, eins og Kolugljúfur auðvitað geta verið hættuleg og það er svona ýmis áhættusækin hegðun sem maður sér þarna. Þannig að maður verður að vinna einhvern veginn með því sem að fólkið er að þrá að upplifa og búa til aðstæður þangað sem að upplifunin getur átt